2020 sögulega landsfund fyrir margar sakir. Það sem nú ríkja strangar samkomutakmarkanir og fundurinn sendur út í streymi í dag og á morgun, en tækifæri verður fyrir almenna flokksmenn að koma hugmyndum og sjónarmiðum sínum á framfæri í almennum umræðum á eftir sem haldnar verða á fjarfundaforritinu Zoom og hefjast klukkan 18. En áður ég kalla Loga Einarsson hingað upp á svið til að setja fundinn formlega og lögum samkvæmt, bið ég landsfundarfulltrúa að greiða atkvæði fundasköp landsfundar sem landsfundarfulltrúar hafa þegar fengið send en einnig má finna á síður Samfylkingarinnar xs.is/landsfundur. Ég minni landsfundarfulltrúa svo einnig á að klukkan korter yfir 4 eða nú á næstu mínútum lokum við kjörskrá fyrir formannskjör. En nú bjóðum við Loga velkomin upp á svið. Kæru félagar, velkomin á landsfund Samfylkingarinnar. Við ætluðum vissulega að hafa fundinn með talsvert öðru sniði en þurfum að laga okkur að skrýtnum aðstæðum og það býður bara hentur í tíma til að hittast augliti til auglitis. Einhverja síður býður okkar góð dagskrá í dag og morgun enda spennandi tímar framundan hjá Samfylkingunni. Starfsfólkið okkar og sjálfboðaliðar í landsfundanefnd hafa lagt gríðarlega mikla vinna á sig, lagt mikinn metnað í fundinn sem líklega stærsti rafræni viðburður sem haldinn hefur verið af Íslandi á þessum toga. Yfir 1000 félagar í Samfylkingunni eru skráðir á fundinn og fjölmargir kröftugur einstaklingar gefa kost á sér í ýmsar ábyrgðarstöður. Mannauðurinn því augljós og meira segja svona í gegnum netið hann áþreifanlegur. Og mér finnst sérstaklega gaman að sjá hvað eru margir ungir einstaklingar sem bjóða fram krafta sína í þágu jafnaðarstefnunnar. Í svona samkeppni muni sumir ná kjöri en aðrir ekki. En það mikilvægt að hafa það í huga að allt þetta fólk sem býður sig fram, sama hvernig fer, getur og þarf að vera í framlínu okkar jafnaðarmanna næstu misserin. Þrátt fyrir að það sé leiðilegt að geta ekki hist, þá gefur þessi nýja tækni okkar líka möguleika. Þannig hefur þáttaka landsbyggðarinnar í landsfundi Samfylkingarinnar aldrei verið meiri en einmitt nú og aðrir sem eiga af ýmsum ástæðum erfitt með að sækja fundinn með hefðbundnu sniði sækja hann núna. Lærdóminn sem við skulum draga þessu að við getum aukið lýðræðið í flokknum og hver veit nema næsti landsfundur verði blandaður bæði á staðnum og á netinu. En kæru félagar, fyrir utan hefðbundna liði landsfundar munu fundagestir greiða atkvæði stjórnmálaályktun sem liggur þegar fyrir fundinum og gestir hafa fengið tækifæri til að gera athugasemdir rafrænt við og taka svo þátt í almennum stjórnmálaumræðum. Forsvarsfólk málefnahópa munu gera grein fyrir málefnastarfi flokksins og við fáum svo að heyra í öflugum fulltrúum frá verkalýðshreyfingunni, atvinnulífinu, sérfræðingum í umhverfismálum og kjörnum fulltrúum okkar í sveitastjórnum og á Alþingi, svo eitthvað sé nefnt. Þá vil ég auðvitað sérstaklega þakka listafólkinu sem mun skemmt okkur á milli dagskráliða á morgun en án listarinnar væri lífið ansi litlaust. Kæru vinir, áskoranir okkar í dag kalla á pólitískt hugrekki og skýra framtíðarsýn og næsta ár mun snúast það hvernig byrðum þessarar efnahagskreppu eru dreift og hvernig samfélag mun rísa upp að henni lokinni. Nú þegar að minna en 1 ár til kosninga, skiptir öllu máli að hreyfing jafnaðarmanna sé öflug, vel undirbúin og gangi í takt. Það býð okkar stóru verkefni. Á vettvangi flokksins þurfum við að ljúka stefnumótun, skipuleggja innrastarf og sækja fleiri öfluga félaga inn í starfið. Við þurfum að halda uppi skýrum og öflugum málflutningi í landsmálum og í sveitastjórnum, ganga sigurvegis til næstu kosningar og sigra þær vegna þess að það nauðsynlegt að hér verði mynduð græn, sterk félagshyggjustjórn að þeim loknum. En meira það á morgun. Með þessum orðum segi ég nú landsfund Samfylkingarinnar settan og mér það sönn ánægja að kynna næst forsætisráðherra Finnlands, formann finnskara jafnaðarmanna, unga konu sem hefur vakið athygli á alþjóðavettvangi, Sanna Marin. En að því loknu tekur Sigmundur Ernir Kynnir við ásamt Pétri Hrafni Sigurðssyni fundarstjóra. Takk.
Parahin kollega puheenjohtaja Logimar Einarsson, hyvät islantilaiset puoluetoverit. Minulla on ilo tervehtiä teitä, kun osallistutte etäpuoluekokoukseen. Haluan myös kiittää sinua, Logi, että tervehdit meitä videolla SDPn elokuun puoluekokouksessa Tampereella. Elämme tällä hetkellä vaativia aikoja niin Islannissa, Suomessa, Euroopassa kuin globaalisti. Koronapandemia on vaikuttanut meidän kaikkien arkeen. Se on muovannut työelämää ja yritysten toimintaympäristöä, haastanut totutut toimintatavat ja luonut monella tavalla epävarmuutta tulevaan. Ihmiset odottavat nyt meiltä sosiaalidemokraateilta määrätietoisia ja rohkeita ratkaisuja, joilla estämme viruksen leviämisen ja turvaamme terveydenhuollon kantokyvyn. Samalla kun teemme määrätietoisia toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi, meidän on vietävä eteenpäin monia välttämättömiä tulevaisuusuudistuksia. Meidän on rakennettava sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa. Se tarkoittaa panostuksia ihmisten osaamiseen, työllisyyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Meidän on myös kannettava yhteinen vastuumme ilmastosta ja ympäristöstä. Toivon teille menestystä puoluekokoukseen. Kokouksessanne luotte menestyksen polun myös ensi vuoden syksyn parlamenttivaaleihin. Suomen sosiaalidemokraattinen puolue haluaa ilmaista teille kaiken tukensa. Yhdessä teemme työtä kansalaistemme parhaaksi. Oikein hyvää puoluekokousta. Við þökkum Sönnu Marín kærlega fyrir þessa góðu hvatningu jafnaðarmanna í Finnlandi. Við minnum svo á að formannskjör hefst klukkan 4:30 og hvetjum fólk til að greiða Loga Einarssyni atkvæði. Hann jú einn í kjöri. En hingað komin Heiða Björg Hilmisdóttir, varaformaður flokksins, sem ætlar að fara yfir innra starfið í örstuttu máli. Komið sæl, kæra jafnaðarfólk. Það hefur heldur betur verið líf og fjör í flokknum á milli landsfunda. Við höfum styrkt og elst og tekist á við erfiðar áskoranir og fundið góðar lausnir og við getum sannarlega verið stolt fyrir förum yfir farin veg. Við höfum málefnastarfið, við hófum það mun fyrr en venjulega og það hefur gengið vel. Það hafa verið rúmlega 80 fundir víðsvegar landið og undanfarið heilmikið á netinu. Við höfum haft aukna áherslu á það að hafa sem flesta fundi opna öllum áhugasömum og eiga samtal við fólk allstaðar úr samfélaginu. Í málefnanefndunum hefur verið magnaður mannauður og þekking sem þarf að virkja samfélaginu til heilla. Ég get til dæmis nefnt virkilega framsýna og róttæka stefnu sem kom frá málefnanefnd umhverfismál og var samþykkt á flokkstjórnarfundinum okkar sem var haldinn í Austurbæ fyrir ári síðan. Og ég gæti að sjálfsögðu nefnt fullt af öðrum frábærum gögnum sem hafa komið frá málefnanefndunum, frá ykkur og frá félögunum okkar allt land núna undanfarið. Það er búið að ganga ýmislegt á í flokknum okkar. Það hafa verið fundir, það hafi verið öflugt málefnastarf, formenn félaga allt land hafa staðið fyrir öflugu starfi, þrátt fyrir ýmsar áskoranir. Ég minna á að sóttvarnaaðgerðir og samkomutakmarkanir hafa náttúrulega valdið því að við unnum málefnastarfi kannski svolítið öðruvísi en venjulega og getum ekki klárað á þessum landsfundi eins og við erum venjulega. En strax á þessum fundi lýkur þá munu formenn málefnanefndanna hefjast handa við áframhaldandi vinnu ásamt ykkur, félögum okkar og félögum allt land og á næsta flokkstjórnarfundi munum við saminast stefnuna sem einmitt það sem að saminar okkur öll. Og ég hvet ykkur öll innilega til þess að taka þátt í málefnastarfinu, í mótun stefnunar, láta gott af okkur leiða fyrir samfélkinguna og samfélagi allt. En nú skulið við hlusta á formenn málefnanefndanna. Gjörið svo vel. Í samfélkingunni starfar no-nonsense fólk. Við erum eyja langt norður í höfum og höfum svona gjarnan talið okkur vera dálítið einangruð frá umheiminum, sögulega. En staðan er auðvitað svo að við erum engan veginn einangruð. Við erum auðvitað þáttakendur í öllum helstu stofnunum okkar heimshluta. Ég félagsráðgjafi og að vinna hjá hjálparstarfi kirkjunnar. Hef verið þar bráðlega í 17 ár að sjá innanlandsstarfi þar. Og stærstu áskoranir mannkyns eru ekki áskoranir sem þjóðríkin geta tekist á við í einangrun. Og ég get nefnt dæmi eins og loftslagsvána.
sem málefni sem þarfnast alþjóðlegrar samvinnu. Við erum auðvitað með stefnu sem við höfum lagt fyrir og málefnanefndin hefur unnið að. Og hún býsna bæði bara framkvæmanleg og með framsýn, með góða framtíðarsýn. Þannig að það sem yrði gert að öllum umhverfismálum og einkum og sérlega loftslagsmálum veitt verður bara rauði þráðurinn eða græni þráðurinn ef svo málið komast í öllum aðgerðum ríkisins. Sumir koma bara í viðtalið, aðrir þurfa að fá aðstoð með matarinnkaup, lyf, svo erum alls konar verkefni, bara allt mögulegt. Við hlustum á fólkið, finnum vandann og út frá því reynum við að þróa starfið okkar til að mæta þörfum þeim einstaklingar sem til okkar leita. Það að við erum ekki að gera neitt nema að það mæta ákveðnum sjálfbærnistuðlum og það á við framkvæmdir og hvað virkjanir og allt þetta sem við erum að reyna að gera. Það myndi allt mæta þeim sjálfbærnistuðlum. Það þessi ójöfnuður hjá okkur, líka náttúrulega, það mikill munur núna á þeim sem búa við fátækt og þeim sem eru ríkir. Hann kannski mjög hrópandi ójöfnuðurinn. Fólk sem bara getur leyft sér hvað sem og þeir sem geta ekki til dæmis leyft sér það að eins og núna að kaupa fartölvu fyrir börnin sem verða að hafa fartölvu þegar þau verða að vera á netinu, að læra í gegnum Google Classroom eða hvað sem Þannig að þú verður að fara til hjálparsamtaka og fá að nota tölvu til að barnið geti verið í skóla. Menntun skiptir máli vegna þess að menntun mikilvægasta jöfnunartæki sem við höfum í samfélaginu. Hún opnar dyr fyrir fólki, veitir því tækifæri og möguleika til þess að nýta þau tækifæri sem samfélagið býður upp á og þessar dyr getum við sagt að félagslegum hreyfanleika. Menntun tryggir félagslegan hreyfanleika. Ef þú átt ekki fyrir rafmagnsreikningnum, þá getur barnið þitt ekki lært heima. Þá getur það ekki tekið þátt í skólanum. Í mínum huga þá hanga menntun og nýsköpun alltaf saman. Og menntun þessi grunnur að nýsköpun samfélaga. Og samfélag sem leggja áherslu á nýsköpun og eru sterk í nýsköpun, þau bara standa betur, þau efnahagslega standa betur. Bæði, hefur Samfylkingin talað fyrir samræðustjórnmálum, talað fyrir raunhæfum lausnum, við viljum vinna með markanum að hlutum og það eru lausnir jafnaðarmanna, þessi blandaða félagshyggju leið einhvern veginn. Hún hefur reynst bara farsæl til að leysa stór viðfangsefni í samfélagsins. Það og ég held að fyrst og fremst það að vinna út frá einhverjum kærleika og minna egói. Þar lausnin svolítið fólgin að mínu mati. Mitt áhugamál náttúrulega fyrst og fremst efnahagsmálin og ég skynja það að í gegnum Samfylkinguna þá getum við náð efnahagslegu jafnrétti og það kannski fyrst og fremst það sem ég brenn fyrir. Fjárhagslega COVID augljóslega mjög mikil og það náttúrulega hræðilega margir sem hafa mist vinnuna og það stefnir ekkert í að það verði eitthvað betra alveg á næstunni. Það þarf að skapa störf og fjárhagslega eru áhrifin og verða mjög alvarleg fyrir fólk. Námsmenn það þarf að taka tillit til stöðu námsmanna líka. Þeir auðvitað greiða af sínum launum í atvinnuleysistryggingasjóð og það sérkennilegt að þeir hafa engin réttindi í samræmi við það. Þá var ekki nema hlutaréttindi. Svo náttúrulega korónuveiran, svo sem alveg sérstakt viðfangsefni sem við erum að fást við núna og þá finnst mér ábyrga leiðin þetta gott innlegg í okkar baráttu. Og hún hér svo mikið komið náttúrulega inn á fyrst og fremst þetta sem snýr að okkur í viðfangsefni dagsins. Það kannski meira á þeim vettvangi heldur en því sem til frambúðar. En það ekki mist sjónar á hinu, eigum að segja, loka takmarki jafnaðarmanna sem það sem við brennum öll fyrir. Aldrei verið mikilvægt að sýna svo Samfylkingin sé með, sé haldið skýrt á lofti. Það óhjákvæmilega verður ykkur uppstokkun á fyrirtækjamarkaði í kjölfar COVID og þegar við förum í uppbygginguna þá svo mikilvægt að hún sé rétt gerð, þannig við fáum gott samfélag, sjálfbært til framtíðar og það lykillinn í atvinnustefnu Samfylkingarinnar.
að það brýnna núna heldur en kannski oft áður að standa vörð þann ávinning sem hefur orðið á þessum síðustu áratugum eða skulum segja kannski svona árunum eftir seinni heimsstyrjöld í alþjóðlegu samstarfi því að við höfum séð að margar ríkisstjórnir hafa notað þetta tækifæri til þess að loka landamærum og til þess að draga tennurnar úr alþjóðlegum stofnunum og alþjóðlegri samvinnu og það verðum við að passa að gerist ekki. Já, bæði erum við með tillögur og aðgerðir og stefnu sem raunhæf og nógu róttæk til þess að leiða þær fram og við höfum bara pólitískt hugrekki til þess að ganga eftir því. Þannig að setja það sem svona forgangsatriði í raun og veru fyrir íslenskt samfélag og þess vegna Samfylkingin sá farvegur sem eða sá flokkur sem þarf til að leiða þessar breytingar áfram. Fyrir okkur Íslendinga að þá brýnt að dýpka samstarf okkar við Evrópusambandið og helst þá með því að endurvekja aðildarumsókn og ganga inn í Evrópusambandið því að dæmin sýna að sem fullgildir aðilar að Evrópusambandinu hafa smáríki Evrópu miklu öflugri rödd heldur en ef þau standa utan þess sambands. Samfylkingin hefur lagt áherslu á það að búa til dæmis umhverfi sem hvetjandi fyrir fyrirtæki til þess að vera skapandi. Samfylkingin hefur lagt áherslu á það að velferðarkerfið, atvinnuleysisbótakerfið, skattkerfið fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og svo framvegis þetta sé svona hvetjandi og byggja þetta upp. Það eru fjöldamargar miklu fjölmennari þjóðir sem að hafa mun lágværari rödd á alþjóðlegum vettvangi heldur en Ísland. Við höfum að nýta það til góðs til þess að vinna að málefnum viðkvæmra hópa, vinna að málefnum barna í viðkvæmri stöðu, vinna að jafnréttismálum, að umhverfismálum og svo framvegis. Svona að telja fólki trú að sýna kannski fólki fram á framtíðarsýn sem byggir á sjálfbæru samfélagi. Það er í raun og veru bara svo rosalega gott samfélag. Það er gott samfélag að búa í. Við auðvitað hérna á Íslandi búum að því að eiga frábært vatn og við höfum hreina orku til þess að framleiða bjórinn til að sjóða hann og svo framvegis. Þannig að við höfum allar aðstæður til að gera það vel en að því að við náttúrulega bara förum einhvern veginn alla leið þá höfum við náð svona bjórsamfélagi eiginlega í fremstu heimsöð. Fólk að átta sig á þessu. Það að sjá, ok, það 50% í matvöruverslunum eru bara umbúðir. Þarf ég þess? Þurfum við það? Nei, kannski ekki. Þurfum við jarðefnaeldsneyti til þess að knýja frá bíluna? Nei, við getum farið í ykkur aðrar lausnir. Samfylkingin stjórnmálaflokkur sem hefur alla burði til þess að vera forystuafl í íslenskum stjórnmálum og sem slík mótandi í því hvernig Ísland starfar á alþjóðlegum vettvangi. Við höfum náð ótrúlegum árangri í bjór á Íslandi með þessu hugafæri að við bara finnum út úr þessu og við bara finnum hvernig þetta á að vera best. Sérstaklega þegar við hugsa út í það að það ekki nema rétt 30 ár sem bjórinn var leiður. Bara eitthvað til að setja í samhengi fyrir hvað þetta stuttur tíma, þá hljómsveitin Skítamóral var stofnuð árið 1989, sama árið við fengum bjórinn. Við erum búin að bjóra í Íslandi jafn lengi hljómsveitin Skítamóral. Og eins og Skítamóral þá var þetta bara batnað með bjórinn, þetta bara orðið betra með árunum. Ég held að stjórnmálaflokkur séu þetta ekkert án öflugrar grasrótar og þaðan kemur stefnan. Málefnanefndir, það hlutverk málefnanefnda að í rauninni vinna stefnu sem byggir á vilja grasrótarinnar. Og það bara eðlilegt, lýðræðislegt ferli. Það mjög mikilvægt að hlusta á grasrótina. Þar þá veistu hverjar eru, hvaða hreyfingar eru í flokknum, hverjir eru, hvað hinn almenni flokksmaður vill. Samfylkingin auðvitað jafnaðarstefnan í grunninn. Hún byggir á bæði, bara kærleik, myndi ég segja, og svona umhyggju fyrir velferð sem flestra. Og hún inniber líka ákveðra frelsishugsun á sama tíma. Við getum gert 100 hluti. Við þurfum bara að taka það pólitísku ákvörðun að við ætlum að gera það. Við ætlum að hafa rými fyrir hvern og einn í okkar samfélagi og kannski þess vegna valdi ég að vera í Samfylkingunni. Af því ég treysti Samfylkingunni fyrir því, vera með þessa heildarsýn á allt samfélagið, ekki taka bara einn
part af manneskjunni og einblína hann heldur svona heildarsýn á hvað þarf til þess að við hafa gott samfélag fyrir alla. Mikið og öflugt grasrótarstarf í gangi í Samfylkingunni. Gaman að heyra og sjá þetta svona. En við erum minna á að kosningu fundarsköp líkur núna klukkan 16:25. En nú ætlum við einmitt að fá framkvæmdastjóra Samfylkingarinnar til okkar og ætlar hún að fara yfir skýrslu stjórnar. Karen Kjartansdóttir. Já, takk fyrir. Skýrsla stjórnar verður bráðlega sett inn á netið og þá geta áhugasamir farið yfir það bil 30 blaðsíður af efni starfsemi flokksins. Og venjulega þá það nú formaður framkvæmdastjórnar sem fer yfir þessa skýrslu en Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir sendir góðar kveðjur til fundarins og með okkur við skjáinn. En ég mun stikla á stóru yfir helstu atburði undanfarinna 2 ára. Flokksstjórnarfundir eru haldnir það bil 2 ári að jafnaði og við skulum setja upp myndir hérna af þeim. Þetta fundur frá Hótel Natura haustið 2018 og ég sett inn helstu efnisatriði fundarins því eins og sjá má var ekki verið að ráðast á garðinn þar sem hann lægstur, heldur átt að leysa stóru málin, húsnæðisvanda þjóðarinnar og fleira. Og næst þá vorum við á Bifröst, en sá fundur var hugsaður á allt annan hátt. Það að segja við vorum ekki endilega að reyna að leysa stóru vandamál samfélagsins, heldur horfðum við svolítið inn á við og hvernig við getum skemmt okkur saman og styrkt hvert annað í störfum. Og það skemmst að minnast að þessi fundur var afskaplega skemmtilegur og ber þar hæst svona í minningu stórkostlegt karaoke kvöld og ganga upp á Grábrók morgunin eftir sem var býsna æsileg því hálkan var gríðarlega mikil en þetta tókst nú allt. Og þetta var til þess að við ákveðum að stefna því að reyna að halda flokksstjórnarfundina fyrir utan höfuðborgarsvæðið annað hvert ár. Og næsti fundur var í Austurbæ og þar settum við fókusinn algjörlega á stærsta mál samtímans, það að segja loftslagsmálin. Og niðurstaða þessa fundar var að flokkurinn samþykkti það sem ég leyfi mér að fullyrða að sé metnaðarfyllsta stefna stjórnmálaflokks á Íslandi í loftslagsmálum. Og ég gæti farið í fjölda annara frábæra funda og uppákoma á vegum flokksins, en ég læt mér nægja að birta hérna myndir af allskyns fundum, hvort sem að ræða með verkalýðsleiðtogum, bændasamtökum, fleiri góðum og jú, þarna voru fundir samgöngur og 3. orkupakkan með hagfræðingum og ég veit ekki hvað og hvað. En já, þetta góða fólk, það hefur staðið fyrir miklum fjölda funda sem voru að segja sína sögu áðan, farið við sýnina á málefni flokksins. Og auk þess þá hefur verkalýðsmálaráð Samfylkingarinnar verið mjög öflugt í störfum sínum og kallað til sín fólk úr ýmsum áttum og rætt málefni launafólks og ég held að þær hafi bakað vöfflur á hverjum einasta fundi, gestum til mikilla gleði. Og ótal fleira fólk mætti telja. Og talandi vöfflur og fundi. Allt í einu það var ekki hægt að halda fundi og hvernig átti þá eiginlega að halda upp á 1. maí. Við á skrifstofunni, við bara þoldum ekki tilhugsunina að Samfylkingin myndi bara sitja hjá þennan dag og við sendum flokksfólki verkfærasett til að halda upp á daginn, svona með pomp og prakt. Og þar var meðal annars vöfflu uppskrift Gerður skrifstofustjóra og lagalista Sigrúnar Einarsdóttur, verkefnastjóra flokksins. Og þetta sló svo í gegn að DV birti flennistóra og skemmtilega fréttu málið sem við vorum afskaplega ánægðir með. Og fleira gerðist og þessu ári þá voru höfuðstöðvar flokksins fluttar á Hallveigarstíg 1 í Sóltún 26 og við viljum bjóða flokksfólks hjartanlega velkomið í kaffi þegar sóttvarnaraðgerðum verður aflétt. Og svo voru fleiri breytingar. Merki flokksins var uppvært á árinu ásamt heimasíðunni. Það gamla, þótt að okkur þykir það mjög fallegt, það var erfitt í notkun svona í nútíma samfélagið, þannig í uppfærslu þá var það svona og merkið vísar í rauða hringinn sem við þekkjum svo vel eða kúluna, en rákirnar táknaði gegnsæi og fjölbreytni innan flokksins. Og merkið lifandi og sveigjanlegt og það býður upp á hreyfingu á stafrænum miðlum og hægt að nota það sem S þegar hentar og svo líka hægt að skreyta við hátíðleg tilefni, svona í regnbogalitunum. En nánari upplýsingar verður hægt að finna í skýrslu á netinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Karen.
Það hefur verið gaman í flokknum greinilega síðan síðast, nýtt og flott húsnæði, fjölgun í starfsliðinu og væntanlega fjölgun í flokknum líka. En ég vil kynna inn Hákon Óla Guðmundsson, gjaldkera flokksins, sem mun fara yfir reikninga. Fundarstjóri, ágætu félagar. Ég mun nú kynna reikninga Samfylkingarinnar. Það er annars vegar fyrir landsflokkin og síðan fyrir samstæðuna. Og ég ætla nú að byrja hérna á rekstrarreikningi Samfylkingarinnar. Og rekstrartekjur fyrir 2018 voru 81 miljón og 2019 93 milljónir. Að stærstum hluta er hér að ræða framlög frá ríkissjóði. Aðrar tekjur voru 11,9 milljónir 2018 og 7,6 milljónir 2019. Þar eru meðal annars sóknarátak og fleira inn í þeirri tölu. Rekstrargjöld voru kostningar 2018 voru 5,3 milljónir en engin kostnaður var vegna kostninga 2019. Laun og launatengd gjöld voru 19,6 milljónir 2018 og hækkuðu í 28,5 milljónir 2019. Er það vegna aukinna umsvifa á skrifstofu flokksins. Funda- og kynningakostnaður var 14,6 milljónir 2018 og 10,7 milljónir 2019. En þess skal getið að landsfundur var 2018 og er hann inn í þessari tölu. Rekstrarkostnaður annar var 11,9 milljónir 2018 og 19,7 milljónir 2018. Og inn í þeirri tölu 2019 er meðal annars kostnaður við nýja heimasíðu, logo og fleira. Rekstrarhagnaður 2018 var 41 miljón og 800.000 og 41 miljón og 600.000 2019. Bærilegur árangur. Fjármagnstekjur voru vaxtatekjur voru 904.000 2018 og 1300.000 2019 og vaxtagjöld og verðbætur 2,2 milljónir 2018 en aðeins 294.000 2019. Hagnaður ársins var því 40,4 milljónir 2018 og 42,7 milljónir 2019. Næst mun ég kíkja á skoða efnahagsreikning Samfylkingarinnar. Eignir, áhöld tæki og húsbúnaður voru 373.218 og 354.2019. Skammtímakröfur voru 9,5 milljónir 2018 og 10,8 milljónir 2019. Handbært fé í árslok 2018 voru 20 milljónir og 900.000 og 37 milljónir og 700.000 í árslok 2019. Skuldir, það eru skuldir frá því við stofnun Samfylkingarinnar sem voru 3 milljónir 2018 og 2019. Bankalán stóð í 12 milljónum 100.000 í árslok 2018 en það lán var greitt upp á árinu 2019 og er það búið að greiða upp lán vegna kosningana 2016. Skammtímaskuldir, næstu árs afborganir voru 12,1 miljón 2018 en þar sem lánin var greitt upp þá voru engar afborganir langtímaskulda á árinu 2019. Viðskiptaskuldir voru 2,5 milljónir 2018 og 2,9 milljónir 2019. Aðra skammtímaskuldir voru 3 milljónir 2018 og 2,3 milljónir 2019. Samtals voru skuldir 17,7 milljónir í árslok 2018 og 5,2 milljónir í árslok 2019. Eigið fé flokksins var neikvætt 2 milljónir í árslok 2018 en var orðið jákvætt 40,6 milljónir í árslok 2019. Þennan góða árangur má þakka að með samstilltu átaki stjórnar, framkvæmdastjórnar, starfsfólks og ykkar félaga góðir hefur tekist að safna í sjóð, greiða niður skuldir og eigum við nú í sjóði fyrir komandi kosningum. Ég mun næst kynna rekstrarreikning fyrir samstæðuna sem eru þá landsflokkurinn, þingflokkurinn, kjördæmaráð og hin ýmsu félög. Rekstrartekjur, framlög voru 119 milljónir árið 2018
og 130 milljónir 2019. Inn í þessari tölu eru framlög frá ríkissjóði, sveitarfélögum og einstaklingum stærstu liðirnir. Aðrar tekjur voru 23 milljónir 2018 og 15,8 milljónir 2019. Þarinn eru leigutekjur, sóknarátök, félagsgjöld og fleira. Söluhagnaður var 6 milljónir og 100.000 2018 og 2 milljónir 2019. Samtals voru rekstrartekjur 148 milljónir og 600.000 2018 og 148.000 og 100.000 2019. Rekstrargjöld, kostningar 2018 kostuðu 49,6 milljónir og síðan voru smá eftirheit fyrir 2019 upp á 990.000. Laun og launatengd gjöld voru 23 milljónir og 700.000 2018 og 28 milljónir og 500.000 2019. Funda- og kynningakostnaður var 13,7 milljónir 2018 og 5 milljónir og 500.000 2019. Það spila líka kostningarnar inn í 2018. Rekstrakostnaður var 32 milljónir og 2018 og 37,6 milljónir 2019. Samtals voru því rekstrargjöldin 126 milljónir og 400.000 2018 og 73 milljónir og 500.000 2019 og þar munar mest kostningarnar sem voru 2018 en ekki engar kostningar 2019. Vaxtatekjur voru 1500.000 2018 og 2,3 milljónir 2019. Vaxtagjöld og verðbætur voru neikvæðar 6 milljónir og 700.000 og 5 milljónir og 400.000 2019. Samtals var því hagnaður samstæðunar 2018 17 milljónir en jókst í 71,4 milljónir á árinu 2019. Ég þakka fyrir. Takk fyrir þetta Hákon Óli, fjármálin í öruggum höndum eins og framkom hjá Hákoni Óla. En flokkurinn sendi út drög að stjórnmálaályktun í dag og Karen Kjartansdóttir, framkvæmdastjóri, ætlar að kynna efni hennar. Komiði sæl. Ég ætla núna að fara yfir helstu atriði þessarar stjórnmálaályktunar. Landsfundur Samfylkingarinnar Jafnaðarmannaflokks Íslands kallar eftir markvissum aðgerðum til að bregðast við verstu atvinnukreppu seinni tíma. Stíga þarf afgerandi skref í átt að grænni framtíð og sjálfbæru og réttlátu samfélagi. Við þær aðstæður sem nú eru uppi hérlendis og á heimsvísu verða aðgerðir vegna brýnustu úrlausnar efna samtímans og stærstu áskorana framtíðar að fara hönd í hönd. Þetta krefst þess að stjórnvöld setji fram skýra og útferða áætlun fjölgun starfa, efli velferð og ráðist í kraftmikla græna uppbyggingu allt land. Félagslegt réttlæti, heilbrigður vinnumarkaður og ábyrg efnahagsstjórnun eru grunnstoðir jafnaðarstefnunnar og forsenda fyrir góðu samfélagi fyrir alla. Á tímum heimsfaraldurs og fjölda atvinnuleysis getur almenningur á Íslandi reitt sig á leiðarljós jafnaðarmanna og þar skiptir raunveruleg samstaða mestu máli. Að samfélagið hlaupi undir bagga með þeim sem lenda verst í erfiðleikum sem nú ganga yfir og þeim sem þurfa að færa mestar fórnir. Að við dreifum byrðunum og verjum kjör þeirra sem veikast standa. Sama gildir í glímunni við loftslagsbreytingarnar. Sú efnahagslega viðspyrna sem nú verður að eiga sér stað þarf því ekki bara að vera þróttmikil og langvarandi, heldur líka græn. Afdráttarlausar aðgerðir í loftslagsmálum þola enga bið. Og ég bendi á að hægt að rýna í stjórnmálaályktunina í heild sinni á heimasíðu Samfylkingarinnar xs.is. Takk hérlega fyrir þetta, Karen. Ég minni á að stjórnmálaályktun og reikninga verða uppi til samþykktar á milli klukkan 17:30 og 18:30. En það er líka hægt að rifja það upp að Samfylkingin átti 20 ára afmæli í ár og þættinum barst afmælislag.
Og sumir vilja meina að þeir rífi svo sem en það stemdu á að bæta og stofnuðu sér flokk. En Steingrímur svo beilaði og það var pínu fokk. Í staðinn fyrir að væri einn stór vinstri flokkur þá voru þeir tveir. Nákvæmlega, sem vissulega bæting frá því áður, en þó voru þeir ennþá að kljást kjósendur í stað þess að einbeita sér að raunverulega óvininum, hægri öflunum. En samt á vinstri vagnum var Samfylkingin stærst. Í sífellu hélt Jóhanna því fram hún yrði næst. Í áratugi beið hún en renndi ekki grun að það eina sem að þyrfti væri agnarlítið hrun. Það þurfti ekki meira til að verða allir vinstri menn í kreppu. Nákvæmlega, og Jóhanna stritaði við að þrífa upp skítin eftir hina flokkana en fékk að launum lítið annað en mannþakklæti og nokkrar rauðarósir. Já, það mikilvægt að fá rósir, þannig það voru fleiri búin að vera formenn en Jóhanna samt. Jú, vissulega, og hvernig voru það nú? Fyrst Össur Guðsson formann og Ingibjörg kom næst, en aldrei gátu flokkarnir á vinstri vængum sæst. Næst Árni Páll og Oddný, svo fannst einhver öndóttur, því að Logi eins og Valli nema alveg sköllóttur. En svo það auðvitað grasrótin sem mikilvægust og hinn eiginlegi flokk. Já, þetta fólkið sem að vinnur þau störf sem að þarf að vinna. Fólkið sem að heldur starfinu gangandi. En gerður skrifstofustjóra í broddi fylkingar. Nákvæmlega, áfram þið öll! Fylkist áfram saman og framtíðin björt, með samstöðu og jafnrétti og frelsi vaxið ört. Verið áfram mongóð því það stefnir allt í hrun. Og þeir munið hvað gerði síðast? Svo við segjum sem Jóhanna sem hvítahust var formanna og alltaf hélt í draumana þó allir reynda fellana. Ykkar tími koma mun. Til hamingju með afmælið! Ykkar tími mun koma. Þetta var nú fallegur afmælisöngur og litríkur. Við viljum minna á að kosningu til formanns líkur 17.10, þannig að það mjög mikilvægt að nota atkvæðisrétt sinn í ríkum mæli. En hingað eru komið þau Freyja Steingrímsdóttir og Kristján Guy Burgess, stjórnmálafræðingar bæði tvö, og ætla að fara yfir áhrif bandarísku kosningana og ekki síst áhrif þeirra á stjórnmál hér á Íslandi og í Evrópu. Verið velkomin bæði tvö. Kristján, okkur langar kannski fyrst til að heyra eins af stöðunni vestra. Hefur þú heyrt einhverja nýjar fréttir bara núna á síðustu mínútum? Já, það sem hefur verið að gerast núna þennan eftirmiddaginn er að Joe Biden hefur verið að taka fram úr bæði Georgíu og í Pennsylvania og það mun síðan duga til þess að hann sigli öruggum skrefum í forsetastólinn. Miðað við tölurnar eins og það eru núna þá endar hann í 306 kjörmönnum og það er bara öruggur og flottur sigur sem að sýnir eiginlega að strategía demókratana hefur gengið upp. Já. Er það þegar komið með 270? Nei, hann er ekki komið með það. Það er ekki búið að kalla í þeim fylkjum sem að næja til þess að fara. En trendið er allt í þá átt og það lítur þannig út að hann muni ná því. Það eru enga góða fréttir fyrir Donald Trump í þessu. Við munum eftir því fyrir 4 árum þá var endurtalið í sumum fylkjum og kom í ljós til dæmis í einu þeirra að Donald Trump átti inni 131 atkvæði, svo dæmi sér tekið. Eru einhverja líkur á því að hann fái til sín fleiri atkvæði? Nú tölum við bara hér eins og við viljum ekki fá þennan mann aftur og ég held við tali fyrir hönd nánast allra Íslendinga í þeim efnum. Er einhverja líkur á því að það sé einhver skekkja eða væntanlega hefur talningakerfið lært eitthvað á síðustu 4 árum? Já, það getur svo sem vel verið að í einhverjum fylkjum komi fram einhverjar breytingar á tölum en það mun ekki breyta megin atriðinu sem er það að Biden mun fá fleiri kjörmenn heldur en Donald Trump og verða forseti. Þú gefa mig gleðifréttir hérna inn í salinn. Freyja, sömuleiðis stjórnmálafræðingur, menn hafa verið að hrista hausinn síðustu daga. Flestir ef ekki allir upp við það að Bandaríkin séu þróttmikið lýðræðis samfélag. Fyrirmyndaríkið var nú kallað einu sinni. Það er búið að draga upp aðra mynd af samfélaginu á síðustu vikum. Hún er hörð, hún er grimm, hún er óvægin, hún er ógeðsleg. Hún hefur lítið með jafnrétti að gera, hún hefur mikið með lýðhylli að gera, lýðpopulisma. Hvernig blasir þetta við þér? Ert þú eins og margir aðrir þeirra skoðunar að Bandaríkin séu komin í vörn sem samfélag?
Já, ég held að svona á síðustu árum og frá því að Trump tók við þá hafi vissulega svona ljóminn af Bandaríkjunum svona aðeins rjáttlast af og þetta hafa náttúrulega verið mikið átök undanfarið en maður hefur samt sko alveg frá 2016, frá því einhvern veginn í kosningavökunni þegar allir voru að skála og voru tilbúnir í fyrsta kvenkyns forseta Bandaríkjanna þá einhvern veginn var svo mikil von og allt frá því þá hefur einhvern veginn hefur maður svona fylgst með þessu svona hægt og rólega þannig að það er svona kannski fátt og öllum svona þeim stríðum svona innanborðs svolítið sem að Trump hefur komið á stað og haldið við svona eitt af öðru, eitt mál rekur annað og það bara svona já, svona lítil tiltrú eftir kannski í alþjóðasamfélaginu sko, og svona í öðrum löndum held ég sko. Heldur að skaðinn sé skeður til frambúðar? Við vonumst kannski til þess að Joe Biden reynist sigurvegari í þessum forsetakosningum sem eru nú í talningu en óttastu að skaðinn sé skeður til frambúðar? Ég held nú að skaðinn sé ekki alveg skeður til frambúðar en það tekur mjög stuttan tíma að tapa trausti og það tekur mjög langan tíma að vinna það inn aftur og ég held að muni taka Bandaríkin mjög langan tíma að vinna aftur inn traust. Minnum landsfundarfulltrúa á að formannskosning stendur yfir og kosningu lýkur 17:10 en yfir að þér, Kristján Gaj, sko, menn eru margir hverjir gáttaðir á þeim 4 árum sem eru liðin frá því Hillary Clinton ætti í kappi við Donald Trump. Þessi 4 ár hafa verið uppfull af skrökvum, plati, falsi, fullyrðingum út í bláinn og menn héldu að þessi 4 ár myndu færa okkur öruggan demókrata forseta. Niðurstaðan var ekki svo. Það er mjög naumt á mönnunum sem segir okkur að populismi Donald Trumps gengur í hálfa þjóðina. Já, og það sem að svona við með hérðan frá Evrópu höfum hort á þetta að það geti ekki annað gerst en að Bandaríkin sæju að sér og sæju þessa galla í sínu stjórnarfari og myndu skiptu en staðan er kannski flóknar en svo og þessi populísku öfl ná með einhverjum hætti til kjósenda. En það breytir því ekki að núna þegar að Joe Biden tekur við á Trump og Trump verður í bakspeglinum að það mun draga töluvert loftið úr populisma vona ég almennt. 4 ári viðbót að Trump hefði hins vegar sko blásið mjög mörgum andan í brjóst til þess að gera eitthvað svipað og ennþá verra. Þannig að þess vegna er þetta alveg gríðarlega mikilvægt að það verði ekki 4 ári viðbót af Donald Trump. Það mun taka mjög langan tíma fyrir Bandaríkin að finna eitthvað veg en það sem mun kannski strax gerast er að þeirra alþjóðastaða mun allavega breytast með því að Biden mun aftur koma Bandaríkjunum inn í síðara þjóðasamfélag. Þannig að með því að Parísarsáttmálinn að Bandaríkin gangi aftur inn í hann og gangi til þess að hann Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina og sýni svona út á við þetta stabilitet en þetta er jafnframt að afhjúpa það að forystu hlutverk Bandaríkjanna sem það hefur haft núna í næstum 80 ár að það verður ekki eins og það setur mikla ábyrgð á herðar Evrópuríkja að stíga svolítið upp. Það er öld Asíu að renna upp og mannfjölgun verður annar staðar en hér í vestrinu en þau gildi sem að Evrópa hefur verið byggð upp eftir stríð, það eru þau sem eru svarið við þessum populisma og það eru þau aukið lýðræði, aukið jafnrétti og andstöðuna við populisma. Það er það sem er svarið við þessari bylgju og þar verður Evrópa svolítið að stíga upp, taka til sín og fyrir okkur hér að við göngum með þeim í þeirri leið en séum ekki
að bíða eftir nýrri öld Bandaríkjanna. Aðeins meira velgengni Donald Trumps í þessum kosningum. Nú eru margir stjórnmálaskýringar á því að hinn almenni hægri sinnaði kjósandi í Bandaríkjunum sé ekkert endilega að kjósa Donald Trump. Hann bara einfaldlega að kjósa sinn flokk, sín gildi, sín hægri gildi. Í þessu efni verðum að hafa í huga að það ekkert endilega mjög margir Bandaríkjamenn sem taka eftir þessum upprópunum. Það eru að sögn innan við 20% Bandaríkjamanna sem fylgjast að staðaldri með fréttum og heyra þar alveg ekki allar þessar skröksugur sem koma úr munni Donald Trump sem eru staðfestar í hundraðavís, þúsundavís. 15% Bandaríkjamanna eru með vegabréf, svo dæmi sér tekið. Mjög margir að hafa aldrei farið út úr fylkinu sínu. Ég þekki dæmi þess af íslenski konu sem gift bandarískum manni að í fyrsta sinn sem foreldrar hans fóru út fyrir sitt fylki í Suður Karólínu, það var í brúðkaupi heima á Íslandi, það var í fyrsta skipti sem þau hjón á 70-aldri fóru út fyrir Suður Karólínu. Þannig að þetta fólk kýs republikana og því kannski nokk sama hvaða forsetaefni stilt upp vegna þess að það ætlar áfram, þrátt fyrir allt, að kjósa sinn flokk. Já. Þetta eru alveg ótrúlega margir kraftar að verki og það sem hefur gerst að fólk lokast inn í smærri og smærri hugarheimum og talar kannski bara við þá sem það þekkir og það sem með svipaða heimsýn. Það náttúrulega ekki gott þegar fólk lokast inn í slíku. Ég sammála því að örugglega eru mjög margir kjósendur sem eru bara að kjósa eftir hollustu við flokkin frekar en nákvæmlega það kost og galla frambjóðandans. En þú dregur líka athyglinna einu sem mjög mikilvægt og líka mikilvægt fyrir okkur hér þegar við erum að hugsa þessi stóru mál sem við erum að horfa á í fréttunum og reyna að heimfæra yfir á Ísland sem fjölmiðlun. Og það hvaðan fær fólk upplýsingar, við hverja talar það, á hverja hlustar það. Og þar hætta sem við sjáum í Bandaríkjunum að gerist víðar, að fólk fái einungis upplýsingar sem úr því umhverfi sem því hentar frekar en almennar staðreyndar upplýsingar og þá það mikilvægi fjölmiðla og þess áttar sem þarf að gæta að. En það eru ótal margir kraftur og við sjáum það í þessum kosningum fyrir vestan að það skiptir ótrúlega miklu máli hvort fólk býr í þéttbýli eða dreifbýli, hvort það ungt eða gamalt, hvort það menntað eða ómenntað, hvaðan það upprunnið því að Bandaríkin eru landið innflytjenda og það hefur alveg ótrúlega mikil áhrif á það hvar fólk raðast í sveit og svo náttúrulega alltaf verið að skoða hvernig eru breytingarnar að verða. Við verðum að gæta okkur og við gerum þetta fyrir hverja einustu kosningar í Bandaríkjunum og oftast fyrir aðra kosningar að við gleymum okkur í því að í leiknum að greina stöðuna fyrirfram. Það að segja að lesa of mikið út úr könnunum, að álykta of mikið út frá því hvað ykkur hópar sig að hugsa eða vinna. Og ég held að það sé svona brýning þá fyrir þá sem að starfi stjórnmálum bara almennt að hugsa fyrst það hvaða hugmyndir það hefur framtíðina frekar en að reikna mikið út hvernig það fellur í krami hjá einhverjum tilteknum hópum, einhverjum tilteknum stöðum. Segir Kristján Gai Burgess, stjórnmálafræðingur sem með okkur hér ásamt Freyju Steingrímsdóttur, stjórnmálafræðingi sömuleiðis. Þarna kannski óttinn, Freyja, upplýsingar skila sér ekki. Ritrýndar fréttir frá ritstjórnarreknum fréttastofum, þær berast ekki til fjöldans og fyrir vikið geta allskyns pótitótar, kallar og konur, komist upp með orðavaðal sem stenst ekki skoðun. Þarna komin þinn ótti inn í framtíðina? Já, ég held að það sé bara ansi margt sem að mótar skoðanir fólks í dag annað en hvaða flokkur fyrir hendi, hvaða stefna sérstaklega, en þess að fólk alltaf það verið að bombardera fólk með upplýsingum alla daga, við erum með í eyrunum, svo erum við tölunum fyrir fram okkur, síman við hliðina okkur, svo kannski flettum við gegnum blaða meðan við erum að bíða eftir cappuccino-bollanum á kaffihúsi, En þetta svo gríðarlega mikið af upplýsingum
sem í gangi að fólk einhvern veginn, við sjáum það bara sem erum svolítið að miðla upplýsingum að til dæmis þá mega vídeo helst ekki vera lengri en 1-2 mínútur og fólk horfir varla í gegnum það sko. En svo líka bara það svo miklu meira við og ég held að ég sérstaklega í þessum kosningum sko, Trump, hann með mjög ákveðin leiðtogastíl og fólk veit svolítið hvað hann fær og stundum snýst þetta líka bara traust sko, hversu vel treystur manneskjunni til að gera það sem hann segist ætla að gera og Trump hann stendur yfirleitt við sitt og hann ljúgi mikið þá þú veist ef hann kemur með eitthvað yfirlýsingu þá á hann það til sko. Þannig að ég held að þetta náttúrulega að verða sífellt flóknara umhverfi og við sjáum þetta líka í bara ég meina í íslenskum stjórnmálum og evrópskum að flokkar brotna upp en þess að fólk einhvern veginn finnur sig ekki lengur kannski innan einhvers almenns, það alltaf að fara inn í minni og minni sko, hópa til að finna akkurat skoðunna sem passar best við þeirra lífsýn og það það sem við sjáum í samfélagsmiðlum líka, það þessi búbla. Og þú veist, ég meina Facebook sýnir okkur ekki sko allt sem að vinur okkar setja á Facebook, það sýnir okkur bara það sem að við höfum nákvæmlega áhuga á að sjá af því sem vinur okkar setja, þannig að meiri sér þó við höfum vini sem eru með aðra skoðanir við, það sjáum við það ekkert endilega því að við skrollum yfirleitt hratt í gegnum það sko og Facebook merkir við það sko, þannig að þetta mjög flókið umhverfi og margt í mörg horn að líta. En kannski hættan svo mesta í pólitíkin núna að sá sem gaspra mest, sá sem kemur með furðulegustu yfirlýsingarnar, hann fær athyglina, þeir hinir sem koma eftir á og reyna að leiðrétta bullið, þeir fá ekki athyglina. Já, það kannski hluti af þessu, að það að ná athyglinni, að fanga athygli fólks, að verða sífellt erfiðara og það þegar að koma upp rosalega sterk og skýr og jafnvel þó þessu ömuleg sko, sjónarmið að þá einhvern veginn situr þessi manneskja mála á dagskrá hinir verða einhvern veginn fylgitungli kringum það sko. Og við sjáum það alveg hér líka stundum það segir Sigmundur Davíð eitthvað og fólk hlustar þó að það sé algjör vitleysa sko, og aðrir stjórnmálaleiðtogar þurfa að fara að bregðast við því sko. Og ekki það ég ætla að líka þeim alveg saman en þetta þetta svona ákveðið merki þennan taka slæginn einhvern veginn og svo verða einhvern veginn aðrir að miða sig við það stundum og fjölmiðlar spila alveg hlutverk þar, líka þessir hefðbundnu fjölmiðlar sko. Það ekki bara samfélagsmiðlar. Kristján, viðbót við þetta, þarna komin einn helsta áskorun stjórnmála beggja vegna Atlantsála, sá sem öskrar hæst, ruglar mest, hann fær athyglina, hinir sem ætla að koma á eftir með ábyrga pólitík, þeir eru bara kveðnir í kútin. Það svolítið þannig, en það verður að geta sín að hugfallast ekki fram með fyrir þessu. Því á endanum þá á að vera hægt að ná fólki utanum stærri mál og betri mál og en auðvitað er það áskorun og við sjáum það að fjölmiðlarnir þeir eru áhugasamir það sem er lengst út á jaðrinum og æsir fólk mest upp og það sem kannski býr til mesta traffík og þeirra síðum og flest komment. Og það náttúrulega mjög vond þróun og þar bera fjölmiðlarnir töluvert mikla ábyrgð. Og þetta hefur líka en þetta er áskorun fyrir stjórnmálafólki að láta ekki hugfallast í þessu umhverfi. Mér hefur fundist alveg ótrúlegt hvað fjölmiðlar vestra það er vegna virðingar við forsetaembættið, jafnvel þó að einstaklingunum þar verðskulda enga virðingu, að þá eru ákveðna reglur sem fjölmiðlar hafa í kringum embættið sem gerir það verkum að þegar það er einstaklingur þar sem hrópar á athygli oft á dag og fá hann ekki með einu öskri, þá reynir hann eitthvað annað og er til í að gera hvað sem þá eru fjölmiðlarnir gjarnir á að elta það og það er það sem var dálítið áhugavert í nótt þegar Trump kemur fram og byrjar að efast úrslit heldur áfram að efast úrslit kosningana og þetta sé allt svindl og það er hægt að telja það sem hann er yfir en telja meira það sem hann er undir
og það sé bara atkvæði greitt honum séu lögleg en með Biden séu ólögleg en viðbrögð fjölmiðlana voru svolítið áhugaverð. Sumir klipptu hreinlega útsendinguna, aðrir voru mjög fljótir að segja forsetinn að ljúga ykkur, þið eigið ekki að hlusta, hann að segja ósatt og þetta þannig erum við komin í töluvert nýjan veruleika og auðvitað það þegar fólk gengur út frá að það sé ákveðna leikreglur í stjórnmálum að þegar þær eru brotnar bæði skráðu og óskráðu þá náttúrulega ótrúlega erfitt að spila. En annað í þessum efnum sem var talað eftir kosningarnar 2016 og ennþá verið að tala og hefur reynda búið að tala öll síðustu 4 ár meðan að Donald Trump hefur verið við lýði að hefðbundin stjórnmál séu orðin svo leiðinleg. Venjulegi flokkar með venjuleg stefnumál séu bara hundleiðilegir, hafi ekkert nýtt fram að færa, svo kemur trúðurinn, skín í sínar 15 mínútur og fær einhverja allt öðruvísi athygli og stjórnmáli verða kannski skemmtilegri. Þetta kannski verkefni hefðbundin að flokka í dag að ná athygli með sín hefðbundnu, kerfislægu stjórnsýslu mál sem svona á blaði eru ekki svona stemningsfyllstu ljóðin sem að les. En þá ekki dálítið fallegt að hund leiðilegur á margra mati stjórnmálamaður sem búin að vera á þingi í meira en 40 ár, næstu í 50 ár, að hann verði kosinn forseti Bandaríkjanna. Maður sem þekktur fyrir það að reyna að vinna þvert á flokka, hann örvar ekki ysta vinstrið og er að slást við hægrið, heldur er á miðjunni og fylgir línunni sem er að þegar pendullin sveiflast þá fer hann alltaf í gegnum miðjuna og það er Joe Biden sem að einhvern veginn fangar þetta, þannig að kannski er þetta svarið við spurningunni að eftir trúðin þá sé það afigamlega sem kemur í smá tíma og það þarf að passa upp á að svona sá andi varðveitist og það tímabil verður notað til þess að lækna aðeins ástandið og byggja upp fyrir framtíðina. Já, en Freyja, við skulum ekki alveg lita þetta þyngstu og dimmustu lituna vegna þess að við sjáum líka á sama tíma og populismin veður uppi í Bandaríkjunum og reyndar víða í Evrópu, sérstaklega Austur-Evrópu, við getum nefnt Ungverjaland, klárlega Pólland, Tyrkland, Rússland, að unga fólkið er að verða pólitískara. Unga fólk er að verða virkara í pólitík. Það er komið ný áherslumál, græn, kvenfrelsismálin eru mjög ofarlega á baugi, réttindi transfólks og svo framvegis. Þannig að unga fólki er svolítið að leiða ný stjórnmál fram á svið. Þetta er það ánægilega. Já, algjörlega og það er maður sér þetta út allt að einhvern veginn ungt fólk í dag, það er rosalega réttsýnt. Það er að taka meiri þátt, ekkert endilega í hefðbundnum stjórnmálum, en oft í gegnum samtök og annan aktivisma og eins og við sáum náttúrulega í þessum gríðarlega stóru loftslagsmótmælum sem að bara mótuðu afstöðu allra ríkja heims nánast og Evrópusambandsins og allt þetta. Ég meina þetta er bara kraftur grasrótar einhverjar í ákveðnum málaflokki og maður bara, dáist að því og þetta er svona von fyrir framtíðina að þessi kynslóð verði svona kannski ekki jafn höll undir populisman. Þannig að maður vonar það. Kristján, er þetta svarið við populismannum, þessi nýja kröftuga umhverfispólitík, kvenfrelsispólitík, pólitík fyrir mannréttindum og varðveislu mannréttinda? Maður heyrir þetta mjög kröftulega hjá ungu fólki í dag sem eru að koma inn í pólitík eða bara yfirleitt í þjóðmála umræðina. Heldur að þetta sé svarið við þeim populisma sem er óttast svo mjög mikið að festi rætur? Ég held að absolutt Ég held að þessi hreyfing og það er ágætt að muna það var í ágúst 2018 sem að Greta Thunberg settist fyrir utan þinghúsið í Stokkólmi og með nestið sitt og skiltið og enginn vissi hver hún var og árið síðar var hún komin í Sameinuðu þjóðirnar og einhver mesta fjöldabylgja sem við höfðum séð
og núna áskorunin að þegar að koronaveirunni slotar vonandi einhvern tímann að baráttan gegn hamfarahlýnun verði tekin aftur upp með þessum krafti. En ég held að algjörlega hafi þetta þegar haft mjög mikil áhrif á stjórnmálin í Evrópu. Við sjáum hvernig grænir flokkar hafi verið að stíga upp og ég tel að flokkar, sósíaldemókratískir og grænir flokkar eigi mjög mikla samleið, eigi að geta unnið saman að þessari grænu framtíð sem að jafnframt hefur verðmætasköpun og velferðina í öndvegi. Þannig að ég held að þetta sé absolutt svarið og það áskorun fyrir stjórnmálamenn í þessu populíska umhverfi, í þessu fjölmiðlaumhverfi sem við erum að tala að vera akkurat nægilega áhugaverðir til þess að hrífa fólk með sér, bæði ungt og gamalt. Sammála þessu? Já, algjörlega. Ég held að það sé bara nauðsynlegt. Og það nú áhugavert líka, búið að vera mjög áhugavert að fylgjast eins og með Evrópusambandinu og Biden hefur tekið þetta svolítið upp. Það er einhver svona Green New Deal hugmyndafræði og það náttúrulega rauninni svar við þessu kalli og þessari bylgju sem reiði yfir og ég meina og var hér á Íslandi líka og hvern einasta föstudag held ég ennþá að ungt fólk sittist fyrir framan Alþingi og krefjist þess af stjórnvöldum að gera eitthvað sko. Það er pólitík. Það er pólitík og þess vegna þú veist er það eitt af helstu loforðum Bidens er það fyrsta sem hann muni gera ef hann verður kjörinn, það er að fara aftur inn í Parísarsamkomulagið og Evrópusambandið hluti af þessum risastóru björgunarpökkum, það verður grænu málin og þetta verður klárlega svona eitt af þessu stærsta umræðefni á vettvangi stjórnmálina og bara atvinnulífsins og bara allt líkjandi næstu árin sko. Og svo að því við nefndum mannréttindin líka sko, þá erum við að horfa á það bara núna akkurat þessa dagana og vikunar, þá erum við að horfa á þessi fjöldamótmæli bæði í Pólandi og Hvíta-Rússlandi. Akkurat. Í Hvíta-Rússlandi eru mótmælin leidd af konum, í landi það sem hefur verið haldið mjög þungu teppi yfir öllu mjög lengi. Það getur bara enda á einn veg, það er bara spurning hvenar losnar og harðstjórinn fer og í Pólandi þá er alveg aðdánavert að sjá fólk stíga fram og mótmæla og berjast fyrir auknum mannréttindum og það sem mér finnst svo áhugavert og í raun átakanlegt það er að stjórnvöld á Íslandi, það sem við eigum að vera með mannréttindi í öndvegi í okkar utanríkisstefnu, að það heyrist ekki hærra í okkur. Að samstarf okkar með mannréttindahreyfingum í Evrópu er allt of veikburða. Við eigum að vera miklu harðari, við eigum að geta sagt miklu meira, því þetta er það sem bindur okkur og Evrópuþjóðirnar saman. Það er samstarf með mannréttindum, með lýðræði og gegn ofbeldi stjórnvalda. Fínustu lokaorð Kristján og Freyja sitja samt áfram. Minnum á að formannskosningunum fer senn að ljúka. Við fáum að sjá það hvað Logi Einarsson, sem utanskuld einn í framboði, fær af atkvæðum hér innan skamms. En fyrst ætlum við að fjalla eins þetta fyrirkomulag á landsfundi sem er náttúrulega með óvennilegasta móti á þessu furðulega ári. Guðmundur Óli komið hingað til mín að ræða eins þetta fyrirkomulag. Ég hefur verið bara inni í þessum kassa sem ég er vanlega vinnandi í. En hvernig þetta virka? Þetta nú bara að virka alveg ótrúlega vel og það er alveg svo gaman að koma og hlusta á ykkur. Ég er búinn að vera alla þessa viku náttúrulega að refressa hvernig vera að telja atkvæðin og svo ef maður ekki alveg viss hvað er að gerast þá flettur maður upp Kristjáni og les hans greiningar. Þannig að það er ótrúlega gaman að fá að hlusta á ykkur. En fyrirkomlega er að svínvirka og er mun betur en við þorðum að vona. Við erum búin að vera skipuleggja þennan fund núna í 6 mánuði og við erum búin að gera 100 útfærslur á landsfundi eftir því hvernig staða heimsfaraldra er og hvernig sóttvarnaaðgerðir eru. Þannig að við eigum alls konar sviðsmyndir klárar núna. En það eru 1020 manns búin að skrá sig og yfir 950 manns búin að greiða. Þannig að þátttakan er mjög mikil. Það er mikil stemning fyrir kosningunum framundan. Við erum fara að við erum fara að kjósa aftur og veita endurnýjað umboð í forystu flokksins og öflug stjórnmálaályktun sem kynnt var áðan, búið að fara yfir fjármálin og svo erum við í þessum hefðbundnu aðalfundastörfum í dag. Svo á morgun er mjög öflug dagskrá líka, mikið kosningar. Fundur er náttúrulega keyrður áfram á kosningum. Við erum að kjósa forystun okkar en fáum líka mikla sérfræðinga á morgun. Yfirskrift fundarins vinna, velferð og græn framtíð. Við erum að fá sérfræðinga í þessum málum á morgun og verðum með panel með kjörnum fulltrúum líka. En að flokksmönnum gefst tækifæri til að senda inn spurningar til þeirra líka. Já. Við vorum að tala umhverfismálin rétt áðan. Guðmundur, heldurðu að þetta fyrirkomulag sé komið til að vera einhver leyti eða öllu leyti í framtíðin? Logi Einarsson, formaður flokksins, minntist á þetta í sínu inngangsávarpi að
núna ætti fólk auðveldara með að mæta á landsfund, fólk sem einhver hluta vegna getur ekki komið sér úr húsi, fólk víða út á landi sem kannski bara sakir ófærðar kemst ekki og svo framvegis. Hafnfirðingur sem getur bara einfaldlega verið heima hjá sér og þarf ekki að fara inn til Reykjavíkur til að fara á einhvern einfaldan fund. Þetta að einhver leyti framtíðin sem komin til að vera? Breytingin að gerast í þessum tölu orðum? Ég held að þetta sé klárlega að opna bara á fleiri möguleika og aukinn tækifæri. Við finnum náttúrulega á sama tíma að við söknum þess að hitta félagana. Það stærsti hluturinn við að halda svona fundi það að hitta alla félagana allstaðar á landinu, ræða málefnin, takast á viss málefni og ná góðum málamilunum. Mikil ósköp, ég ekki búin að faðma hann inn í dag. Nákvæmlega, við söknum þess að fá eitt knús, við verðum bara að knúsast þegar þetta búið allt saman, en þetta mun opna á möguleika, þannig að þó að við séum með stóra fundi í framtíðina sem við erum að hittast, þá klárlega komið bara aukinn skilningur, aukið svona læsi á það að nýta sér líka rafrænar leiðir til þess að bara auka þátttökuna, stækka en ekki vera breyta endilega. En þetta gæti elt pólitíkina vegna þess að við sjáum það til dæmis á kappræðufundi Heiðbergar og Helgu Völu í síðustu viku að þar voru 170 manns. Ég efast að 170 manns hefði mætt í eigin skinni og holdi inn í eitthvað fundarherbyggi, þar hefur kannski verið 50 manns. Þetta voru 170 manns á fjarfundi þar sem að þessar tvær heillandi konur fóru í kinn. Algjörlega, það var alveg frábær fundur og honum var vel stýrt. Takk fyrir. En eins og ég segi, þetta klárlega auknir möguleikar og á þeim fundi sá maður líka kostið þess að vera með alfarið rafrænan fund. Þannig að það líka opnast möguleikar að sé hægt að halda slíka fundi og ég held nú að þessar stærri samkomur eins og landsfundir mun alltaf fara fram í eigin persónu að mestu leyti að þá klárlega að opnast svona alls konar tækifæri. Já. Það fer að líða því að við fáum tölur, fyrstu tölur og vonandi líka síðustu tölur, hvað varðar framtíðar formennsku Loga Einarssonar, en ykkar sýn á þetta, Kristján, þetta eru breyttir tímar, það rosalega mikið að breytast á þessum árum og maður búin að sitja ótelandi Zoom-fundi. Ef til vill verður koronaveiruna með okkur hér á næstu misserum, hugsanlega næstu árum, jafnvel áratugum og við þurfum að fara að hafa okkur öðruvísi í samfélaginu og í pólitíkinni. Hvernig sér þú pólitíkin að breytast og koma til móts við þennan nýja veruleika? Mér finnst þetta náttúrulega alveg ótrúlega skemmtilegar áskoranir því að eins og Guðmundur Ari segir þá félagslega elementið skiptir ótrúlega miklu máli ekki bara í stjórnmálastarfi heldur í öllu mannlegu atferli. Þannig að en það eru alls konar kosti sem opnast við það að það sé hægt að tala við fólk nánast bara algjörlega sama hvar það að því gefna þessi nettengingar og það eitthvað sem ekki alveg búið að raungerast hvernig hvaða tækifæri það felur. Ég að kenna í háskóla, það ekki til fyrirstöðu að ég geti fengið gestafyrirlestur frá eða erindi frá nánast hverjum sem þannig að það á að vera hægt fyrir hugmyndaríkt fólk að opna hugan mjög mikið og tengja mjög marga inn á sama herbyggi til þess að fá ennþá meira út úr því. En sem sagt, skjáveröldin verður leiðingjörn ein og sér en að við hugsum dálítið kreatíft það hvernig við getum notfært okkur þessar breytingar og þessar leiðir sem við höfum til að tala við fólk og hlusta á fólk hvar sem og taka það inn í hvað það sem við erum að gera eða hvaða hugmyndir sem við viljum fá. En það áskorun fyrir landið svo Ísland. Við getum lent á jaðrinum en við getum líka lent í miðjunni og það áskorun fyrir stjórnmálunum næsta ári. Heldur betur. Freyja, þetta eitthvað sem eflir pólitíkin eða veikir hana? Ég held að geta alveg undir ákveðnum kringumstæðum eldana. Ég held að þetta komi aldrei algjörlega í staðinn fyrir þetta þessa svona áþreifanlegu fundi og orku sem að færa úr samtölum í persónu og þess áttar. En það sem ég held að hafa eiginlega skipt svona mestu máli við allan tíma sem við erum búin að vera á Zoom og svona heima við, að þá hafi svona aðeins dottið af manni þessi feimni við þetta. Ég man að, fyrst þegar maður byrjaði þessa Zoom-fundi að leið manni hálf vandræðalega og nennti
mættis ekki og eitthvað svona. Þetta einhvern veginn orðið eðlilegra, þetta okkur orðið eðlislægara. Það eru allur skalinn á aldursbilinu farin að panta mat á netinu og taka Zoom pubquiz með fjölskyldinu, sko. Þannig að ég held að þetta muni verða nýtt og klárlega af Samfylkingunni. Samfylkingin alltaf við búum að því að við höfum verið með rafræna kosningar á síðustu landsfundum. Þannig að það var kannski eina af ástæðunum fyrir að það var þorað út í þetta hreinlega. Það voru aðrir stjórnmálaflokkar sem að canceluðu bara sínum landsfundum. Þeir lögðu ekki alveg í þetta. En þetta, það mikil viðleitni til þess að gera þetta betur. Og við erum náttúrulega með fólk út allt land og ég held að þetta sé bara hvatning til þess að gera bara betur þar. Heldur betur. Pólitíkin á Zoom-fundum sennilega næstu vikur, mánuði og misseri. Við erum að bíða eftir tölum úr formannskosningunni, Logi Einarsson en sem fyrr einn í kjöri og það skýrist á næstu mínútum hvað hann hefur fengið mörg atkvæði af þeim rösklega 1000 landsfundarfulltrúum sem sitja þennan fund all land, margir hverjir einfallega heima hjá sér í þessu samkomubanni þar sem ekki mega vera fleiri en 10 manns saman, en svona samfélagi í dag, svona pólitíkin í dag. Við ætlum að minna okkur á að það eru margs konar kosningar í gangi. Við erum búin að kjósa fundarsköp, við erum að kjósa formanninn í Samfylkingunni, við erum að kjósa auðvitað til framkvæmdastjórnar og formanns þess framkvæmdastjórnar. Við erum líka að kjósa sjálfsögðu næsta varaformann Samfylkingarinnar og þar mikil stemning og menn eru margir hverjir á því að mjótt geti orðið á mununum og þetta verði kosning sem eftir verður tekið. Helga Vala Helgadóttir og Heiða Björg Hilmisdóttir eru vissulega þar í kjöri eins og allir menn þekkja. En við skulum aðeins, áður en við fáum atkvæði í formannskosningunni, fara aðeins yfir morgundaginn. Guðmundur Ari, sko, það margt í boði frá klukkan 10 í fyrramálið. Þetta verður þéttur pakki alveg frá 10 til 2. Já, það þannig. Það eins og þú komst inn á að við erum að fara að kjósa þarna í mörg embætti og við erum líka að fara að fá mikla sérfræðinga. Guðrúnu Jónsson, hagfræðing, Sonju Ýr frá BSRB, Sigur Loft sem umhverfisverkfræðingur og þau ætla svona að fara yfir þessa helstu málaflokka, vinna velferð og græn framtíð. Svo erum við líka með bara skemmtikrafta á morgun sem munu svona hjálpa okkur að létta á dagskránni. Við erum með hljómsveitina Gós og Sögu Garðar sem mun vera hér með uppistand. En síðan ekki minna mikilvægt að bæði alþingismenn og sveitarstjórnarfulltrúar Samfylkingarinnar all land munu koma hér í panel og ræða málefni sem að Samfylkingin að vinna all land þessa dagana og flokksmönnum gefst tækifæri til að senda inn spurningar inn í þann panel. Það kannski líka að hnykkja á því að framboðsfrestur rennur út klukkan 19:00 í dag, þannig að það ennþá hægt að senda inn framboð fyrir morgundaginn. Eftir að útsendingu hér lýkur, þá munu landsfundarfulltrúar fara inn á Zoom fund sem hefst klukkan 18:00 og landsfundarfulltrúar hafa fengið póst þann link. En þar verða tekist á almennar umræður sem öllum flokksmönnum gefst tækifæri til að taka þátt í umræðum. Allir fá tækifæri til að tala tvisvar að hámarki, 2 mínútur í fyrri umferð og 1 mínútu í seinni umferð og ég reikna bara með líflegum umræðum þar málefnin sem brenna á okkur. Tölurnar að koma eftir örfá sekúndur, gott og vel, það mjög mikil spenna í lofti eða kannski ekki, en Guðmundur Ari, aðeins varaformennskuna, sko, segðu okkur aðeins frá tímarammanum þar. Tímaramman þar að kosning hefst í kvöld og hún lýkur í fyrramálið, klukkan 20 mínútur yfir 10. Þannig að það verður auglýst vel hér á fundinum eftir þegar kosningin hafin og hann lýkur 20 mínútur yfir 10 í fyrramálið og úrslit liggja fyrir og vera tilkynnt bara skömmu eftir það. Svo erum við að fara að kjósa líka formann framkvæmdastjórnar, við erum að fara að kjósa bara alla stjórn flokksins, við erum að fara að kjósa í flokksstjórn, verkalýðsmálaráð og svona mætti áfram telja. Þannig að það nóg að gera á morgun. Flott bestu þakki fyrir þetta Guðmundur Ari og Kristján Guy Burgess og Freyja Steingrímsdóttir. Bestu þakki fyrir að deila ykkar sín á bandarísk stjórnmál og hvaða áhrif þau munu hafa á Evrópu og Ísland og sömuleiðis að miðla okkur upplifun þinni af svona óvenjulegum landsfundi sem við erum að halda streyma allt land og rösklega 1000 landsfundarfulltrúar fylgjast með. En þá komið að því að huga að formannskosningunni í flokknum. Katrín Theódórsdóttir, formaður, komin hingað upp, formaður kjörstjórnar komin hingað upp í pontu og með úrslitin á hreinu.
Já, komið þið sæl. Nú kosningu til formanns í Samfylkingunni lokið en Logi Einarsson einn í framboði. Það skemmst frá því að segja að Logi Einarsson nú rétt kjörinn formaður Samfylkingarinnar með 96,45% greiddra atkvæða. Ég vil því biðja hinn nýkjörna formann að stíga í pontu. Kæru félagar, ég ykkur mjög þakklátur fyrir það traust sem að þið sýnir mér í dag og það lítur út fyrir á þessum nabra haustdegi að við Joe Biden séum svona báðir að hafa þetta. Ég lofa ykkur því að ég mun reyna að rísa undir þeirri ábyrgð sem mér falin nú að leiða flokkinn inn í mjög mikilvægar kosningar eftir tæpt ár. Lífskúnstnerinn, Vopnfirðingurinn, alþingismaðurinn Jónas Árnason sagði einhverju sinni að lífið var í lotteri og það skipti máli að taka þátt í því. Á dauða mínum átti ég sjálfsagt von fyrir nokkrum árum frekar heldur en að standa hér og leiða þennan flokk sem að ég brenn fyrir. Og ég ótrúlega glaður yfir því að lífið hafi fært mig hingað til ykkar og kynnt mig fyrir þessu magnaða fólki sem að vinna með mér. En líkt og Siglufjörður gerir í kvæðinu þá hef ég og flokkurinn bæði sopið ýmsa fjöruna og við eigum örugglega eftir að súpana marga það sem eftir En besta ráðið við því að sýna æðruleysi, sýna kjark og gefast ekki upp. Og við erum nú komin á fætur eftir tímabundna byltu og við ætlum okkur meira. Í mínum huga stjórnmálasamstarf hins vegar fyrst og fremst hópvinna. Þar sem að breið ásýnd, vinátta og samheldni flokksfólks þarf að haldast í hendur við skýra og góða stefnu. Og flokkurinn okkar hefur á að skipa óvenju mörgu afburðar fólki eins og endurspeglast í öllum kosningunum sem framundan eru. Við skulum hafa þetta í huga sama hver niðurstaðan verður. Við skulum sækja saman til sigurs næsta ár. Kæra þakkir. Takk fyrir þetta, Logi, og innilega til hamingju. Ég minni svo á að stjórnmálaályktun ásamt reikningum og skýrslu stjórnar verður borin upp til atkvæða í kosningakjörinu og verða niðurstöðu birtar á heimasíðu flokksins eftir atkvæðagreiðsluna. En þá fer þessi útsetning að verða búin, en fjörið rétt að byrja því almennar umræður fara nú að hefjast á fjarfundaforritinu Zoom. Þið getið fundið upplýsingar á síðunni xs.is auk þess sem ykkur á einni hafa borist tölvupóstur með leiðbeiningum. Ég minni svo á að opna verður fyrir varaformannskjör klukkan 20.00 í kvöld. Varaformannskjörið hefst þá. En nú skiptum við yfir í aðra stafræna fundarsali. Við sjáumst svo aftur í útsendingu á morgun klukkan 10. Góða stundir.